Apollo-geimáttlunni var haldið út af bandarísku geimferðastofnuninni NASA á árabilinu 1961 til 1975. Tilgangurinn var að koma mönnum á tunglið. Fyrstu leiðangranir gengu ekki áfallalaust fyrir sig, en frægasti geimleiðangur allra tíma er án efa ferð Apollo 11 til tunglsins árið 1969. Með í þeirri för var geimfari Neil Armstrong. Hann var fyrsti maðurinn til að drepa niður fæti á tunglinu. Eftir tunglendinguna 1969 gengu geimferðir Bandaríkjamanna vel fyrir utan ferð Apollo 13. Sjaldan hefur hættan á stórslysi verið meira en þeirri örlagaríku ferð. Apollo 13 átti að vera þriðja geimferjan til að lenda á tunglinu, nánar tiltekið á Framaro-svæðinu. Í áhöfn voru James A. Lovell, Fred W. Hayes og John L. Swigert. Áhugi fjölmiðla og almennings á ferðinni var þó ekki mikill, þar sem áfanganum hafði þegar verið náð í tvígang. Eftir örlitla byrjunarörðugleika virtist allt ganga vel, en eftir 56 klukkustundir í geimnum varð hins vegar sprenging í súrefnistanki. Orku- og vatnsbirgðir ferjunnar urðu fyrir alvarlegum skaða og súrefni streymdi út í geiminn rúmlega 300.000 kílómetra frá jörðu. Leiðangurinn snerist ekki lengur um að lenda á tunglinu, heldur að koma geimförunum lifandi aftur til jarðar. Athygli fjölmiðla og almennings var vakin. Stærsta vandamáli snerist hvort geimferjan hefði næga orku til að komast aftur til jarðar. Endurreikna þurfti allar áætlanir og voru geimfarnir eflaust þakklátir öllum stærðfræðitímunum sem þeir höfðu farið í ævina. Einnig þurfti áhöfnin að spara vatn sem var á skornum skammti og ennfremur var uppsöfnun koltvísýrings í lofti geimferjunnar hættuleg. Áhafnarmeðlimir voru í bráðri lífshættu. Með frábærri samvinnu allra í stjórnstöðinni í Houston og áhafnarinnar í geimnum, þrautseigju og framúrskarandi stærðfræðikunnáttu tókst að koma geimförunum heilum og höldnum heim. Sagt er að björgun Apollo 13 sé eitt mesta afrek NASA.